velkomin í þáttinn. Í dag erum við að reynslu að aka BMW iX xDrive 45 Sport. Eins og nafnið gefur til kynna þá ætti bíllinn að vera sportlegur. Og er hann það í rauninni ekki, þó svo að bíllinn hefur einhver 408 hestöfl og gefur einhver 700 Nm að togi. Það er alveg ágætis tölur, en fyrir utan það er ekkert sportlegt við þennan bíl. Út af því að þetta er bíl sem hefur fullt af plássi og er auðvitað bara fullkominn fyrir það að vera fjölskyldubíll inn. Skottið í þessum bíl, það er þokkalegt, eða 500 lítrar. En að góða við þetta skott er að það er mjög svona ferkantað, þannig að það er gott að hlaða í það. Þessi iX45 er facelift útgáfan af iX40 bílnum sem kom út fyrir 2-3 árum eða svo. Helsti sjáanlegi munurinn á þessum nýja iX45 facelift og gamla iX40 það er hérna að framan. Eins og sést að þá er hann komið með ný framljós, hann er komið með svo kölluð snake eyes eða snákaraugu. Svo er hann komið með nýjan framstuðra eins og öllum góðum BMW með facelifti sæmir. Hann er ennþá með þetta umtalaða grill nema núna eru nýrun komin með LED-ljós í kringum þau. Ég velti því líka fyrir mér hvort að þessu stóru nýru sé í rauninni ennþá svona umdeild. Af því að hugsa þetta þannig. Eina leiðin sem að þú getur keyrt á ökutæki með svona stórum BMW nýrum, það er ef að þú eigir aur til að kaupa þér ökutæki sem er með svona stórum nýrum. Þannig að mögulega er þetta bara smá öfundsýki. Annað sem er áhugavert við framvendan, það er það að allir skynjarar og allt sem að bíllinn þarf til að greina veginn fyrir fram að sig, þeir eru faldir afskaplega fallega hérna bakvið einhvern veginn. Þetta er ekki eins og á öðrum bílum sem að þessi bíll er að keppa við, þar sem þú sér svona svartar plastlífar út allt og það er alveg greinlegt að séu skynjarar. Svo meiri geta þess að nýrun, þau geta læknað sig sjálf. Ef þú lendir í steinkasti og fær stein hérna beint í nýrað, að þá getur það læknað sig sjálft eða þú ferð með hann inn í umboð og þeir taka eitthvað skonar hitabissu á það og steinkastið það bara hverfur. Eitt annað smáatriði sem ég er mjög hrifinn af, það er það að framendin á bílnum er með alls konar línum. Hérna í ljósinu, hérna í grillinu og hérna á stöðaranum. Þetta eru svokallaðir svona leading lines, þannig að það fær augað þetta alltaf hérna fyrir miðju. Rafhlaðin í gamla iX40 bílnum var cirka 72 kWh og meðan rafhlaðin í þessum bíl er 98,4 kWh. Svo BMW líka búið að hanna nýjar hjólalegur á hana bíl. Þetta eru hjólalegur sem að gefa mun minna viðnám en fannst í gamla bílnum. Þannig að ef þú kúplar saman stærri rafhlöðu, varmadælu, glænýjar hjólalegur, þá er drægnin þessa bíls einhverjir 602 km. Þessi bíl er fjórhjóladrifinn og ef þú setur það saman með þessum 408 hestöflum sem hann hefur og 700 Nm að togi, þá kemst hann frá 0 upp í 100 á 5,1 sekundur. Svo er þetta að kaupa BMW iX xDrive 60. Sá bíl kemur með aðeins stærri rafhlöðu og er hún einhver 109 kWh. Hann hefur einhver 544 hestöfl og 765 Nm að togi. Hann kemst frá 0 upp í 100 á 4,6 sekundum og munar þess vegna 0,5 sekundum á þeim bíl og þessum hérna. Aftur á móti, þá kemst 60 bílinn 100 km lengra á fullri hleðslu en þessi hérna bíl. Verðið á iX60 bílnum eru 18.590.000. Verðið á þessum hérna 45 bílnum eru 15.990.000. Þannig að það er 2,5 milljón króna munur á þessum tveimur bílum. Fyrir þessar 2,5 milljón þá færðu auka 100 km per hleðslu og þú kemst 0,5 sekundum hraðar frá 0 upp í 100 á 60 bílnum. Og er það alveg pottþétt 2,5 milljón króna verðið, eða ekki? Þessi tiltekni bíl er á 21 tommu álfelgum, en hann er einnig fáanlegur á 23 tommu álfelgum. Þessi tiltekni bíl kemur á hefðbundinni fjöðrun, en ef þú kaupir til dæmis iX60 bílinn, að þá getur fengið hann á sjálfstillanlegri loftpúðafjöðrun. Bíllinn kemur með rammalausum gluggum. Þegar maður opnar hurðarnar þá blasir við manni bert carbon fiber og er það gert til að halda þyngd bílsins niðri. Það er áhugavert í ljósi þess að bíllinn er 2,5 tonn. Hversu þungur væri þessi bíll þá ef þetta væri ekki carbon fiber? Það góða við carbon fiber er það er alveg nautsterkt. Það væri allt í góðu ef ykkur myndi keyra inn í hliðina á manni á þessum bíl. Þó svo að bíllinn sé mjög þungur að þá hagar hann sér alveg eins og BMW eiga að vera. Hann er mjög stífur í fjöðrunni og það er ekkert sem heitir body roll. Þegar maður opnar skottið á þessum bíl þá blasir við manni annað sett af afturljósum. Það er að því að venjulegu afturljósin, þau eru hérna á skottlokinu sjálfu. Þannig að ef þú ert að setja eitthvað í skottið á bílnum og það er myrkur úti, þá geta aðrir vegfarendur séð þig. Svo er bíllinn líka með
aðfellanlegum dráttarkrók og getur hann dregið ykkur 2,5 tonn. Hérna erum við svo með klassískt BMW iDrive kerfi með snúningshjólinu góða. Það góða við alla nútíma BMW að það sama kerfið í þeim öllum, þannig ef það kemur fyrir að þurfir að færa það milli módela að þá viðmótið alltaf nákvæmlega eins. Einnig er lítið hólf hérna til að geyma símann sinn ef einhverjum finnst það þægilegt. Og ef þú þarft að hlaða símann þá þráðlaus hleðslupallur hérna niðri og pláss fyrir 2 drykki. Það gefur auga leið að við sitjum í premium bíl, sérstaklega ef maður færir sig aðeins neðar hérna í ökumannsrýminu. Hérna eru öll efni mjúk og góð og gefa eftir. Meira að segja efnið hérna á hurðinni, það aðeins mjúkt. Hérna höfum við þetta klassíska BMW afþreyingakerfi. Þú getur fært uppinn til og frá eftir því hvaða app þú nota mest. Einnig kemur þessi tiltekni bíl með nudd í framsætum. Þetta mjög ljúft og gott nudd. Þú getur valið á milli Activation, Relaxation, Revitalization eða Invigoration. Þetta ekki svona nudd sem að kýli þig í bakið, heldur þetta bara svona ljúft og gott og leikur við mjóbakið á þér á meðan þú í rauninni bara svona svífur vegi landsins. Annað sem mjög þægilegt í stýrun á þessum bíl, það að það eru engir svona touch sensitive takkar. Þetta allt alvöru takkar sem þú smellir á. Svo getur bílinn líka lagt sér sjálfur. Maður ítur bara á þennan P-takka með myndavélinni. Svo byrjar hann að leita stæði. Svo fann hann stæði hérna fyrir aftan sig. Og þá setur maður á Start Reversing Assistant. Engar hendur, þetta gerir hann allt sjálfur. Og þá erum við lögð í þetta fallega stæði þar sem við finnum 2 BMW. Hversu næs það? Draumabílastæðið? Mögulega.